Góðan daginn, ég ætla að sýna ykkur svolítið. Það er, hvað dag er í dag? Það er miðvikudagur og vitið hvað það er? Ég er komin 50%. Ég veit ekki hvort að sjá það. 50%! Ég er hálfnað með meðgönguna. Er að trúa því? Ég byrja að finna fyrir miklu meiri hreyfingum. Vá, draslið. Færum okkur. Ég býð ykkur ekki upp á þetta. Allavega ekki í dag. Mér er búið að líða mjög vel. Búin að vera mjög orkumikil. Ég fann bara allt í einu bara miklu meira orku. Og sem... Ok, úps. Þetta eru, já, hitaköst. Ég fæ hitaköst núna. Allavega. Það sem er búið að vera að gerast er að ég er búin að fá miklu meira orku. Ég er byrjað að finna miklu meiri hreyfingar sem er ógeðslega skemmtilegt. En það er auðvitað, það fyrir allt eftir hvar fylgjan er og ég fæ að vita það núna fyrst dæm. En mér finnst mjög líklegt að hún sé fyrir aftan eða á hliðinu eða eitthvað því ég finn rosa vel og ég byrjaði strax að finna fyrir hreyfingum á viku 15 en á viku 17 með mig, ég er með vídeoklippu af því að þá fann bróðir minn og mamma líka fyrir hreyfingum. What? Whoa! Þetta er barnið sko. You will beautiful boy. Þetta er boy. Það var sama dag og ég fann fyrst sjálf fyrir hreyfingum með hendinni og ég sagði strax bara mamma, Garðar komið finni. Þannig að þau fundu líka. Annars er voða lítið eftir þetta nema hvað mér langar bara í acai-bowl frá hana Mæka eða hvað sem heitir. Ég er bara búin að uppgöta það að mér finnst það bestu skólanar. Bumbi-update, sýnka bumbina. Nú voru vandræðilegt ef það er einhver að horfa á mig hérna. Bumbi-update, hálfnið á meðgöngunni og svona er Bumbi. Ég held ég hef aldrei sýnt ykkur örin mín hér. Nei, ég held ég hef aldrei gert það. En þetta kom fyrir þegar ég var 5 ára. Þá fekk ég botnlangakast. Ég var send 3 sinnum heim á spítalanum af því að þau heldur bara að ég væri með magakveisu. En þá fekk ég botnlangakast og botnlangin var farin að leka og ég fekk sýkingu í alla maga og það var haldið með að segja að það hefði komið sýking í legið þannig að þetta var bara mjög mikið áhyggjuefni fyrir mig líka að geta orðið ólétt sko. Þannig að þetta er kraftaverk allt saman. Þannig að mér fannst ekki bara vænt skurðin sem að tók bara mjög langan tíma. Það var mjög mikið óöryggi hjá mér lengi og er alveg ennþá sko. Þú veist það er alveg þess vegna sem ég hef ekki sýnt ykkur þetta áður. En mér á bara þekki vænt þetta af því að þetta bjargaði lífið mínu. Ég var alveg voða veik. Ég var í mánuð upp á spítala. Nú veit ég það. Á föstudaginn þá er ég að fara í 20 vegna samræðin. Þá fæ ég þetta kynið. En ég ætla ekki að vita það út af því að Tómas verður ekki komið til landsins. Seg betur frá því seinna. Ég var að leita af bíllyklunum mínum og ég hélt á þeim. Ég er sérst núna að fara að hitta stelpunar, 5 vinkonunnar. Guðrún er að fara að sækja mig. Viljum að fara út að borða, ég veit ekki hvort það er að fara bastard eða fjallkonuna. Það kemur í ljós. Ég er spennt. Ég er það ógeðslega þreytt og svöng. Ég er mjög hangry en borða. Góða mat með góðum vinkonum klikkar ekki. Hvað segir þú útilegu skvísa? Sorry. Ég búið að prófa hlaupgald, það er ekki búið að prófa 4 daga. Já, heyrðu, segjum hvernig útilega var? Köld. Köld, já. Við gerðum þetta bara einfalt og pöntum okkur allar það sama. En samt allar með sikkur og sósuna. Er það ekki? Góðan daginn. Ég er búin að gera húðrútínuna mína og ég ætla að sýna ykkur í þessu myndbandi í dag make-up rútínuna minni. Og ég myndi kalla þessa make-up rútínu svona sumarrútína af því ég er ekki að nota make en svoleiðis því að ég vil bara hafa léttan farða á sumrin. Ég er notað þennan hérna, Hyljara, búin að vera að nota hann í marga mánuði sko. Og ég er ennþá óviss hvað mér finnst hann. Sem þú veist eitthvað voða vinsælt dæmi. En ég nota hann sko, þú veist á sumrin þá nota ég hann, þú veist, hér og hér til að hylja ég kann ekki að útskýra svona en já, bara hann til að fylla aðeins upp í þú veist meira heldur en bara því svo nota ég bara bronsingel yfir þetta og þá er það komið beisinn. Svo nota ég bara þennan, stundum nota ég hérna beauty blender en minn er eiginlega hann er bara orðinn svolítið ógeðslegur, ég held ég bara þurfa að henda hann svo ég kaupi mér nýjan.
planið að ég fyrir 20 sólarina með mömmu minni af því að Tómas komst ekki. Þú veist, málið að ég ætlaði að fara 2. september, ætlaði við Tómas að fara saman, hann kemur sko 1. og við ætlum að fara saman 2. en málið að svo bara reglunar orðnar miklu stífari, þú veist, þannig að það var bara ekki séns fyrir hann að komast með að því að hann þarf að fara í sóttkví og það allt. Við hefðum ekki getað senkað þessu meira því að þú veist, það má ekki líða lengri tíma heldur en vika frá þú ert komin á viku 20 upp á það að ef eitthvað að barninu þá þarf bara að vita það strax á 20. viku sem er svolítið óþægilegt svona að heyra það, gera mér smá stressað. En ég trúi ekki öðru en að þetta sé bara að fara að vera allt í góðu og hérna, það þýðir ekkert að vera stressað sig, það er ekkert að vera að hjálpa með neitt. Nú ætla ég bara að reyna að halda ró minni og ekkert vera að googla, þú veist, ég er ekki búin að googla neitt. Ég er að reyna að vera jákvæð og ekki að velta mér of mikið upp úr þessu, ég er bara að fara á morgun og það gengur bara vel, hugsa ég, voni. Ok, ég verð strax að blanda þessu, ég ger alltaf bara eitthvað svona bla. Já, ég er að nota þetta bronzingel sem er bara best að vara í heiminum. Ég er búin að nota þetta í örugglega 5 ár eða meira, sko. Stelpunar, ég held að allar vinkonum mínar séu líka að nota þessu veru, sko. Kaffið mitt, ég er búin að gleyma kaffinu mínu. Ói, að kallt. Kallt kaffi er ógeðslega sem ég veit. Það er ekki meina ískaffi heldur, svona kallt kaffi. Ok, næsta skref. Busti, bara einhver busti, þetta er makk, þetta er eldgamalt busti. Það er allt mjög gamalt í snyrtiböttunum minni. Gamlar og góða vörur. Svo nota ég húla alltaf í sem augnskugga, bara til að skyggja smá. Og svo nota ég þennan hérna busta, þannig að þetta er orðin svolítið sjúskaður. Nú er smá flekkótt. Maður getur orðið flekkóttur með þetta, maður að passa að dreifa vel úr þessu. Stundum er ég alveg sé mig í spegli þegar búið að líða helmingur á deginum og enginn sagði neitt. Svo nota ég þetta hérna búður, Give Me Sun. Það er mjög appelsínugult, þannig að maður þarf að passa sig. En þetta er ógeðslega gott, ég er búin að eiga þetta líka mjög lengi. Svo bara nota ég svona fluffy busta. Ég veit ekkert hvað þessi bustar heita, sko. Fluffy busti, gamall busti, hálf ónýtur busti. En já, þetta virkar allt saman. Sjá þessi barnahár, baby hair, bamsahár, englahár, hvað sem þið viljið kalla þetta. Herri, svo er komið að meðskrifa. Ég nota alltaf þetta, ég veit ekki af hverju. Það gerir ógeðslega mikið fyrir augnunum minn. En já, ég nota þennan hérna maskara frá Lancome, nei, ekki Lancome, jú, Lancome, Grandiose Extreme. En hann er ógeðslega dýr, það er gallinn við þennan maskara. En hann er góður og endist lengi. Þannig að ef þið mælið með einhverjum maskara sem er svona virkar eins og þessi og er ekki svona dýr, þá megið kommenta frá henni. Æ, hvað ég leiði við kaffinu mínu, glemdi ég bollanum bara. Ég vil tala ég mikið, ég er ekki vanlega með svo miklu munnræfi, sko, á mótnana. Ég er yfirleitt mjög morgunfúl. Það sést líka að hann er eiginlega verið búinn þessi maskari, svolítið þurr. En nú þarf ég bara að taka eyrnapinna og taka maskaran sem ég fór á húðina. Ég ger ekkert við augabrúnar, ég er líka nýbúin að hlita þær. Svo er þetta snyrtitaska mín. Elska hana. Keypti henni í Allians í Svíþjóð. Það er ekki verið að gera neitt fyrir ykkur, held ég. Nema ég er að fara til Stockholm, eða Sweden. Jæja. Ég er, vandrarlegt. Ég er núna að fara að taka myndir fyrir fyrirtækið hans pappa af byggingu sem maður eru að mála. Þannig að það er svona líka það sem ég geri af því að við erum að setja upp vefsu. Þannig að það verður að vera myndir. Ég er ekki stressuð, þegar það var ég að ljúga.
Ég er smá stressuð en það þýðir ekki. En það sem mig langaði svona aðalega að segja ykkur er að í nótt þá dreymdi mig kynið. Það búið sko mjög mikið að draumum í gangi. Ég veit að maður á ekki að tala um drauma. Við ræddum það í seinasta vídeói. En svona drauma má maður að tala um. Ég er alveg búin að vera bara við alla, bara látum við vita ef ég dreymið kynið mitt. En já, ég ætla að segja ykkur þá hvað mér dreymdi. Mér dreymdi að ég hafi eignast stelpu. Fyrsta sinn sem að ég fæ einhver svona sterka tilfinningu, ok, þetta er stelpa. En mér dreymdi að við eignast stelpu. Daginn eftir fæðingu, þá fór ég, setti hann í pössun og ég fór að gera eitthvað, átti bara eitthvað me time daginn eftir fæðingu og svo bara fekk ég panik, vissi ekki hvað barnið mitt var, ég vissi ekki hver var að passa það. Eða bara drauminn sem dreymdi að kynið og ég upplifði mig sem ógeðslega vonda mömmu daginn eftir fæðingu. En það verður spennandi að vita hvort að draumurinn sé að segja það. Þið fóður alveg að vita það bara í næsta myndbandi. En ok, nú er ég ready. Þessi peysa er svo geggjuð, til sýningarna. Frekar svona stutt. Úr Gina Tricot. En, veitu hvað, hún fæst hérna heima líka. Á Númi. Bumbi, á réttum stað. Stelpan mín kannski, hver veit. Og hvað verður klikkað ef að Tómas er búinn að hafa rétt fyrir sér allan tíman. Nú förum við í 24. sólarinn og sjáum hvort það allt líti ekki bara vel út. Halló, ástu mín. Hæ. Það gekk bara ógeðslega vel allt saman. Allt í góðu. Allt í góðu. Bara allt eins og það á að vera. Við veitum náttúrulega ekkert hvort kynið er en... Hvað er þú? Ég veit það ekki. Ég flakka bara stelpa, strákur, stelpa, strákur. Ég held að þetta sé strákur. Já. Það sýnist það að vera höfuðlagi. Þetta er bara svo mikið krútt sko og svo veifaði það aðeins. Gerði smá hérna, sælir. Það var vist eitthvað ekki sniðri stellingu fyrir konuna, hérna ljósuna. Kristi bubbur. Já. Æ, þetta var eitthvað það magnaðasta. Sjá þetta barn. Nei, ég er með svo mikla strákatilfinningu eftir þetta. Ó, ég er með umslag hérna. Hvernig hef ég ekki geta, þú veist, hvernig hef ég bara verið, þú veist, hún límdi þetta. Ef þetta hefði ekki verið límt, þá hef ég opnað þetta. Nei, ég hef ekki gert það. Nei, ég hef ekki gert það. Tómas sko sagði í símann bara, Arna, fáum bara að vita þetta núna. Spurðu bara ljósmæluna og ég var bara, nei, jú, mér langar bara að fá að vita þetta. Þú veist, hann er svo ógeðslega spenntur sjálfur. Ja, þetta er strákur. En heyrðu, ég er núna farið til Hrönn og við ætlum að skoða barnadót og barnavörur og okkur svona. Hvað er sniðugt að hafa? Ég ætla að setja þetta umslag og myndina hér. Og enginn fer að vita að þetta sé hér. Þetta er eitthvað sem ég vil gera með Tómasi. Heyrðu, áfram með hennar dag. Okkur mér liði vel að allt hafa gengið vel líka. Allt gekk vel. Það var bara hjarta, lungu, nýru, nebbi, munnur, augu, tær. Hvernig gat ég orðið ólétt? Hvernig gat ég orðið ólétt? Þetta er mjög kraftverk. Ok, þið heyrðu potið þetta garningul. Nú fer ég bara. Bless. Góðan daginn, hei. Hann alltaf er að gera svona. Það vink, hei. Hvað er stór? Hvað er stór? Hvað er þetta? Það er að ná því svo að líka. Passaðu þig, drengur. Arna. Ég sverða hann er að segja Arna. Hjartan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Jæja, öll beis svört. Beis og svört. Update. Ég er að fara í matabóð til Helenu og ég er að fara að kynnast kærastanum hennar. Þannig að við erum bara að fara að hafa það kósí í kvöld, borða saman góðan mat. Hann ætlar að elda fyrir okkur. Heitó.
daginn. Það er laugardagur í dag. Nákvæmlega núna þá er Tómas að keyra í Norrænu og er að fara að eyða næstu 3 dögum á sjó með bílinn okkar, fullan af dótinu okkar. Ó nei! Já, það er bara eftir því að hann er bara að fara að koma. En mögulega í næsta myndbandi þá er þeir bara að vita kynið. Mögulega. Ef ekki þá er það næsta myndbandi. Tómas er að taka eins eitthvað upp, þannig ég mun örugglega sýna ykkur kannski aðeins frá Norrænu. Og þegar hann kemur heim þá fer hann í 5. sóttkví. Það var svo erfitt að ég ekki bara fara beint í fangi á honum. Ég vona ykkur að þótt þetta skemmtilegt. Ég vona þess að ég er spennt að fá þetta kynið eins og ég. Ekki gleyma að likea og subscribe og íta á bjölluna. Ef þú ítir á bjölluna þá farið tilkynningu næst þegar ég posta. Sjáum til næsta myndbandi. Heyrðu!